Það halda að ég myndi taka þessu illa að vera kallað tilfinningilega óþroskaður eða eitthvað. What? Þú talar alltaf það? Nákvæmlega. Þú spurðir þér í síðasta podcasti í beinni útsendingu konuna þeirna og við komum staði að hún sammála okkur. Þannig að þú veist, ég veit þetta alveg. Já, þú ert krakki. Vá, þú ert að skjóta krakka. Þú ert að skjóta krakka. Viljum ekki neitt börn í stúdíó. En ég var líka skemmta. Ég var á fóti Flateyrar á 50-daginn. Já, ég frétti að það gekk alveg ógeðslega vel. Já, og var hann að gamanmyndahátíð Flateyrar. Já. Og ég var að skemmta þar og bara tróðfullt og ógeðslega gaman og hérna bara mjög skemmtilega hátíð. Ég hefði alveg verið til að vera alla helgina, ég þurfti að fara daginn eftir. Já, mér langar að kíkja. Og það var hérna það var mjög skemmtilegt þetta kvöld. Það var bara, þú veist, heitir Vagnin var staðurinn sem við vorum á að skemmta. Já. Ég og Lóvísa, ég var baðan að Lóvísa smákona. Já, Lóvísa smákona, hún þekkt sem það. Og sko, svo var þetta sýningi búin og það var eitthvað svona fjör eftir á og fólk var að fá sér og gaman. Svo lokaði Vagnin klukkan 1 og þá einhverjur gaurar að reyna að draga Lóvísu í eitthvað eftirpartí. Já. Og hún bara eitthvað, ég ætla að fara að ná í Þórhall. Og Guðni eitthvað, nei, hann eitthvað fertugur eða eitthvað. Ekkert vera að ná í hann er fertugur eða eitthvað. Hún eitthvað, ég 35 sko. Já. Guðni eitthvað, ok, það skil ekki, þú alltaf. Sko, ok, ég var komin upp í rúm. Já. Og ég hefði ekkert nefnt í þetta eftirpartí. Nei. En þú veist, ég hefði viljað vera boðið, skilur. Já, sérstaklega sko. Og ég þurfti ekki að, hún vildi ekki segja mig frá að einhver spákona að ég var tilfinningilega óþroskaður. Já. En hún var mjög glöð að segja mér að einhver fannst ég verið gamall til að vera boðið í eftirpartí. Það enda dálítið rough. Já. Það Og svo kom í ljós, þessi gaur, hann þoldi mig ekki allt kvöldið. Já. Hann var búinn að hann var eitthvað að tala yfir, hún var alltaf að fara út og koma inn og var alltaf að tala við Lóvísu og hann eitthvað, Þórhallur glataður, hún eitthvað, þú ert ekki að hlusta. Hann er bara glataður. Og ég hafði tekið eftir, hann hafði eitthvað svona, ekki kalla fram mig, hann var eitthvað að tala því ég sagði eitthvað, ég hafði farið til Færeyja, hann eitthvað, ég var í Færeyjum og ég held hann ekki alltaf segja mér það, en ég heyrði það svona eitthvað, hvað segir, varst þú í Færeyjum? Hann eitthvað, sagði ekki neitt, ég eitthvað, ertu frá Færeyjum eða? Svo sagði hann ekki neitt og ég eitthvað, ok, skemmtilegt eitthvað. Svo kom við ljósa eftir á að gaurinn hataði mig og hann var eitthvað, hann semst í einhverju svona improv, hann svo spunar. Já. Og það alltaf, þú veist, þetta búin að vera oft lengi svona eitthvað djóka, eitthvað svona bíf á milli uppistandara og improv. Já. Og ég bara þarna kom í ljósa það er bara rétt. Já. Án þess að þú vitir að því. Ég vissi ekki neitt, sko. Nei. Hann þoldi mikið og hann eitthvað, þú veist, ég er improv, sko. Það er alveg grín, sko. Og þetta er eitthvað rugl bara. Og hann er glataður. Og hún eitthvað, þú ert samt ekki að hlusta á hvað hann er að segja. Hann er glataður, ég bara og svo en þú veist, þegar ég kalla á hann þá hefði hann getað sýnt þú veist, sagt eitthvað á móti þú veist, og byrja að bulla eitthvað því ég var að opna fyrir hann er lélegur improv ég var eitthvað svona, skilur já, ég er frá Færeyjum og hann frosnaði bara hann bara, sagði ekki neitt í eitthvað okay. Sko, improv versus stand-up er svona Ísland á móti Danmörku uppistandi Danmörk Ísland er improv Danir er ekkert að pæla í þessum Íslendingum sko. Nei, Íslendingar mjög uppteknir. Já, við sjáum fólk í improv og sérstaklega, sko, nei, þú veist, ég er ekki að tala svona allir í improv flest improv fólk sem ég hef hitt við grínst að þau eru ógeðslega að fyndin og það er ekkert bíf á milli ekki frá mér allan ég bara ef ykkur er góður í improv, það er bara geggjað, skilur Já, þau eru alltaf ógeðslega að fyndin líka svona betri leikarar yfirleitt og þetta er myndlíking sem ég var bara búið til hana kannski seinur í sundur en ég ætla að halda mig við hana bara halda við það Já Flestir Íslendingar og Danir fíla hvern annan alveg sko. Það er einstaka Íslendingur sem bara hata Danmörk og Danir skilja ekki af hverju og þetta er alltaf minnumáttakend þetta við okkur líður bara eins og lítil og þú veist þessi Íslendingur, hann reyndi einu sinni að vera Dani
það gekk ekki upp, hann læri ekki tungumálið Já. hann að flytta aftur heim og byrja aftur að vera Íslendingur og halda sig bara við það ekkert verið að bjóða Danmörku ferdu það eitthvað en ég get alveg, ég þóra að veðja að þessi gæi hefur prófað uppistand og ekki gengið vel hann er að taka því út á þig það er alveg, ég þóra að veðja aðleigunum minn sem er heill bílskur já hann ekki, ég leiði þá mátt ekki gefa hann nei, en ég þóri samt alveg að leggja hann undir hann hefur prófað uppistand og það gekk ekki upp ég vona bara að vera ógeðslega leiðilegt í þessu eftirparti hjá hann já, ef hann var í því þá var það leiðilegt kannski er hann svona hate watch að þetta ég vona, Gaur, ef þú ert að hate watcha sjáumst á næsta ári og gaman mynda á tíðinni og fá því þeir eru ekki búið í mitt eftirparti sem er til minnættis nei, hvað þú kommenta horfðu á Big Small Town Kid og ef þú fílar mitt uppistand þá skal ég vera með þér í liði wow. ja, þú veist